Internetið. Stórt og mikið úthaf upplýsinga og gagna. Internetið svo stórt að ef þú tækir alla Íslendinga og skipaðir þeim að fara á internetið á sama tíma, þá væri Ísland einhvers konar einræðisríki. Og ég veit ekki um ykkur en mér finnst einræðisríki slæm. Á internetinu leynast vel yfir 40 vefsíður, en enginn þeirra kemur í staðinn fyrir. Bækur eru eins mismunandi og þær eru margar. Þú hefur örugglega lesið eina. Sumar bækur eru skáldsöguvæðing á teiknimyndinni Smallfoot sem kom út árið 2018, en flestar bækur eru aðra hluti. En bíddu nú aðeins, hvernig flokkar maður allar þessar bækur? Það hlýtur að vera eitthvað flokkunarkerfi fyrir bókasöfn sem byggir á tugakerfinu. Síðan fyrsta bókin var fundin upp, hefur svarið við þessari spurningu alltaf verið nei. Þangað til árið 1876 þegar Melville Dewey bjó til The Dewey Decimal System. En hvernig virkar The Dewey Decimal System? Eða flokkunarkerfi Deweys á góðri íslensku? Hér sjáum við gott dæmi hvernig verk hefur verið flokkað með Dewey Decimal System flokkunarkerfinu. Fyrsti tölustafurinn merkir einn af 10 aðalflokkum. Annar tölustafurinn sýnir hvernig aðalflokkarnir skipta svo í 10 undirdeildir. Og þriðji tölustafurinn sýnir svo hvernig þær undirdeildir skipta svo í 10 enn aðrar aðaleiningar. Síðan bætt við svokölluðum tugflokkunarpunkti á eftir þriðja tölustafnum og flokkstalan lengd eftir hversu nákvæm flokkunin þarf að vera. En nú veit ég hvað að hugsa. Þetta hljómar nú bara eins og hvað 19. aldar rugl. 19. aldar rugl segirðu, ha? Ertu þá kannski að tala 19. aldar rugl eins og, ó já, Morse-stafrófið. Ó já, býtu, loftbelgurinn. Eða kannski þetta. Vá, ég hélt að lestin var í alvörun að fara að klessa á mig. Ekki hljómar það eins og eitthvað 19. aldar rugl. Þannig næst ef þú sérð óflokkað efni einhvers staðar á víðavangi, ekki örvænta. Flokkaðu bara efnið eftir 19. aldar uppfinningunni The Dewey Decimal System. Og þó Melville Dewey, maðurinn á bakvið The Dewey Decimal System, hafi ekki verið neitt sérlega góður maður, þá þetta kerfi þó enn notað í dag og því gott að skilja hvernig það virkar.